Og þessi ári eru 100 ár liðin frá því að skátastarf hófst hérna á Akureyri og að því tilefni þá stendur nú eitthvað til helgina og ýmislegt búið að vera bara á þessu ári. Fengið 2 herramenn hingað til mín, verið velkomnir. Takk. Segðu mig kannski bara til að byrja með, hvað búið að vera að gerast á undanfarna ári hjá skátanum Akureyri? Ja, við hófum nú árið með því að merkja Vaðlaheiðina með 100 ára skáta áramótin. Þannig að það var svona upphafið á árinu og gaf svona undir tóninn. Síðan er svona árið búið að lita svolítið af þessu afmæli. Við erum búin að halda bæði svona afmælisboð og kvöldvökkur og ýmislegt. Og þannig að það er svona búið að vera margt í gangi og þetta er mikið með að vera hjá okkur í sumar líka. Það var hér stórt. Við vorum hluti af stóru skátamóti sem var hérna. Við vorum með marga erlenda skáta í heimsókn og stórhópur fór frá okkur til Noregs í ferðalag. Þannig að það er búið að vera margt að vera hjá okkur. Og hvað verður að vera helgina? Já, helgina þá erum við með svona afmælis úttilegu og við erum þá að bjóða öllum sem vilja koma frítt að tjalda á Hömrum og fá kannski smá svona smjörþef af skátastarfi. Það verður fjölbreytt dagskrá í boði fyrir alla aldurshópa. Þannig við líka hvetjum Akureyringa sérstaklega til að koma og prófa nú að fara í úttilegu hérna í heimabyggð og kynna sér þetta útivistarsvæði sem við eigum. Spáir núna ekkert alveg að ykkur sérstaklega hlýðhóll, en hvað segja skátar við því? Það er bara að pakka stígvélunum og reggalanum. Og lofa peysunni. Já. Ætlið að lofa nórólausu partí? Já, það er algjörlega þannig hér fyrir norðana. Það er ekki vandamál. Þetta er samt tóma að hlæja að þessu. Þetta er náttúrulega alveg hryllilegt að lenda í þessu á svona stóru skátamóti. Var þetta ekki þið að fylgst með þessu? Það var nú sem betur fyrir þannig að stóra skátamótið var búið. Já. Við vorum með 5.000 skáta eða rúmlega það á landinu bara 2 vikum fyrr. Já. Og já, eiginlega bara viku fyrr voru svona síðustu af þeim kannski eða mótið hætt. En það var svona framhald hjá sumum sem voru lengur ólýsatni sem að lenti í þessu Noró-ævintýri sem reyndar held ég að hafi nú tekist vel til miðað við hvað hefði geta gerst. Já, algjörlega, þetta er hræðilegt samt. Já. En skátastarf, hvers vegna að vera skáti? Hvað er það sem fær til dæmis bara þig persónulega til þess að vilja taka þátt í skátastarfi? Já, það er stór spurning. Það er nú held ég fyrst og fremst ævintýrið svona sem þáttakandi. Það er þetta að fá að upplifa þetta starf og taka þátt í þessum, eins og þessu stóra skátamóti núna í sumar. Ég var þar sem þáttakandi og það er náttúrulega sérstök lífsreynsla að vera með 5.000 manns frá 100 löndum og sjá hvernig þetta gengur allt upp og náttúrulega taka þátt í þessu. Og það er þessi dagskrá sem er svona heillandi. En hvað er það, hver er hugmyndafræðin, hver er hugsjónin við skátastarf? Skátastarfi gengur út á það að gera þroska einstaklinga, gera það á öfluga og ábyrga einstaklinga sem að geta tekist á við hvað sem þeirra býður í lífinu. Og það er svona það sem grunnurinn á baki okkar starfi og það er svona það sem maður situr eftir í manni er kannski hvað maður hefur lært. Nú eru einhver 40 ár síðan ég byrjaði og hef enn gaman að og er enn að læra og eflast og taka þátt. En svo bara tilfinningin og upplifið séð að ná að gefa öðrum það sama er mjög gefandi og ástæðan fyrir að maður heldur áfram. Þannig að það er svona inntakið og svo félagskapurinn, þetta vinnirnir sem myndast og hópurinn. Og það eru væntanlega margar svona hefðir sem að halda þér í og ég átti að koma einnig spurningu framfæri og það var klúturinn. Hvað er málið með hann? Já, það er nú margar sögur sem að fara að því. En í dag er þetta náttúrulega fyrst og fremst bara sameiningartákn. Þetta er eitthvað sem allir skátar þá eiga sameiginlegt að vera með skátaklút. Þetta er okkar svona íþróttabúningur eða svo leiðis. Baden-Powell var í hernum og var með skáts eða njósnara og hann klæddist gjarnan, var með svona þennan í þessum búning og hann tók þennan svona einkennisbúning upp frá honum og þannig að þaðan er þetta ættað en þessi þríhyrna eins og við erum klúturinn að hann svona nýttist í alls konar hluti sem
fatli eða umbúðir eða hvað það kann að vera, gríma fyrir andlitið eða þetta var svona margnýtt tól. En í dag þetta náttúrulega meira svona, eins og Jóhann segir, svona einkenni okkar íþróttagalli. En allt land væntanlega verið að bjóða núna, það svona haustið að nálgast og væntanlega verið að bjóða fólki að koma og taka þátt. Örugglega mest börnum, en hvað með, getur allur aldur komið að því að verða skáti og hvað, ef fólk langar það, hvað á það að gera? Já, það geta allir orðið skátar. Að ef þú ert orðin fullorðinn og vilt koma inn í starfið, þá getur þú komið inn í félagið sem leiðberandi eða það sem við kallum foringja. Eða svo erum við svo heppin á Akureyri, við erum með 2 skátagildi sem svona félagsskapur eldri skáta. 25 ára eldri, já. Þau hittast reglulega og eru bralla ýmislegt svona sniðugt. Og styðja mjög mikið við skátastarfi hér í bænum. Og börnin? Já, það náttúrulega almennt skátastarf fyrir börn á aldrinum 7 til 25 ára. Og það alltaf hægt að koma inn, sama hversu gamall þú ert eða hvort þú sért vanur útivist eða hvað það er eða ekki. Verðum með kynningu á Akureyrarvöku svo aftur þannig að það er eftir viku bara aftur hjá okkur prógram að þá verðum við með kynningu á starfinu í tengsli við Akureyrarvökuna og starfið að hefjast svo bara strax í vikunni þar á eftir. Það eru vikulegi fundir sem að... Nákvæmlega. Þá bara óska ykkur til hamingju með aldarafmæli og hvet fólk til þess að prófa að tjálta á Hömrum og vera með. Að gera og þeir sem eru annar staðar en á Akureyri bara að gera þetta internet að veit alveg ótrúlega margt ef mann langar að setja sig í samband og ég eiginlega alveg vissum meðan við þá skáta sem ég hef kynnst að það vel tekið á móti hverjum sem hvar sem en við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.